Já, Ólafur, til hamingju með nýja starfið. Hver voru þín fyrstu viðbrögð þegar þú fékkst þessi tíðindi? Já, takk fyrir það. Þau voru náttúrulega bara góð. Fyrstu viðbrögðin voru náttúrulega bara, maður var svolítið svona stressaður, eiginlega bara. Samt spennandi verkefni að taka, að skrifa undir hana. Kom það óvart að Flensburg skildi hafa haft samband við þig? Voru nokkrar vinstri skyttur eftir á markanum? Nei, þeir höfðu samband við umboðsmann sem ég búinn að vera að vinna með og hann bar þetta undir mig og ég var náttúrulega bara jákvæður fyrir þessu. Þú búinn að spjalla við þjálfara liðsins, Ljúbomir Ranjes. Hvernig líst þér á hans áætlanir og hvert á hlutverk þetta að vera á liðinu að sögn þjálfarans? Hlutverk með liðinu verður allavega næstu 6 vikur verður engin vinstri skytta nema ég. Þá kemur Lars Kaupmann aftur tilbaka á meiðslum. Þannig að mér er ætlað allavega stórt hlutverk hérna næstu vikur og hann var svo sem bara jákvæður að fá mig og það var hann sem vildi fá mig. Þetta hlýtur búið að vera draumur lengi hjá þér að spila í bestu deildinni heima, ekki satt? Jú, þetta er náttúrulega það sem flesta dreymir sem eru í þessu sporti til að ná eitthvað langt að komast í bestu deildir í heimi. Telurðu þú þig í stakk búinn til þess að standast þær væntingar? Já, ég ætla bara að fara þarna og gera mitt besta, leggja mig allan í þetta. Í sumar stóð til boða að semja við liðið þýsku annarrar deildinni. Ertu þakkláttur fólkinu í dag sem reyndi að sannfæra þau að spila áfram með FH og bíða lítið lengur? Já, það er nú, ég er þakkláttur fyrir það núna, en ég skoðaði nú alvarlegum augum í sumar að fara úti í þýsku B-deildina sem er ágætis gluggi líka að sanna sig þar til að komast lengra, en ég sé ekki eftir að beðið aðeins eftir að þetta tækifæri kom. Finnst þér erfitt að yfirgefa uppeldisfélagið á þessum tímapunkti í ljósi þess að liðið kannski ekki verið að sýna sitt rétt andlit í síðustu leikjum eða hefurðu trú á strákunum að stíga upp? Já, það er náttúrulega erfitt að fara frá strákunum eftir 3 tapleiki í röð, en þetta var svo sem þannig tækifæri að það er erfitt að neita því. Ég hef fulla trú á strákunum og þeir fylli þetta skarð. Það er nóg góða mönnum til að fylla skarðið sem ég skil eftir mig. Hvernig ertu annars aðri í þýskunni? Ég þarf eitthvað að grafa hann upp. Það tók svo sem einhverja áfanga í framhaldsskóla, en ég fer á okkur námskeiðan úti og reyna að ná þessu sem fyrst. Þú hefur jú verið í FH alla þína tíð en hvernig heldur það svona verði fyrir það að fara úr íslensku samfélagi í það þýska? Ég held að það veri smá viðbrögð sko. Það er náttúrulega, þeir eru strangir þjóðarinir, það er mikill ægi þarna. En ég held að það sé líka bara fínt að maður venjist í. Nú leikur einn af þínum bestu vinum, Aron Pálmarsson, í Kiel. Þannig að verður það ennþá styttra fyrir ykkur báða að heimsækja hvern annan og telur að eftir að létta lundina í ljósi þess að menn hafa talað að atvinnumannalífið sé ekkert auðvelt til að vera einn í að minnsta kosti. Jú, það var örugglega eftir að hjálpa mér svolítið. Líka náttúrulega Arnór Atlason er í Flensburg þótt hann sé meiddur, þá verður hann líka þarna á staðnum, en það er held ég bara cirka klukkutími til aðrams, þannig að það væri alveg að bruna þangað eftir morgunæfingu og stytta sér stundir eins og segir. Flensburg tekur við á móti Kiel á öðrum degi jóla, 27. desember. Það hlýtur að vera svona skrítin tilfinning að fara að mæta einu af þínum besta vinum í svona kappsleik í fyrsta skipti. Já, ég hef lítið spáð í því, en ég hef aldrei verið á móti Aroni í liði, þannig að það verið gaman að fá að prófa það, að vera andstæðingar. Ertu búinn að reyna að sjá það eitthvað fyrir þér hvað það er sem þú ert að demba þér út í? Já, maður er náttúrulega
fylgst vel með deildinni og þekkir liðið alveg og leikmennina, þannig að maður veit svo sem alveg hvað maður er að fara út í. Heldur að ef það reynast eitthvað erfitt að vera mikið einn? Ég held að koma bara svolítið í ljós. Maður er náttúrulega, það er fullt af Íslendingum að núti en svo er maður náttúrulega bara innan og maður býr einn og maður þarf bara að venjast í að læra að vaska upp og elda eitthvað í matinn. Þegar maður fer í nýtt lið þá er alltaf spurningi númer hvað maður á að vera. Númer hvað verður þú í Flensburg? Það er nú frekar fyndið saga en það var kona sem hringdi mér frá liðinu áðan og spurði númer hvað ég vildi vera. Ég vissi að það væri voða lítið laust en spottaði það að 15 var ekki í notkun. Ég sendi hana bara, ég myndi settlast við 15 og þá fékk ég svar tilbaka að 15 er aldrei aftur notuð hjá Flensburg því að Lars Christensen er í guðatöluðana hjá þeim. Þannig að ég hljópa aðeins á með það. Það er spurning hvort maður fari ekki bara að hringja í Einar Þorvar og biðja 11 í landsliðinu líka, heyrðu það bara, heyrðu þetta af þessu stórsinnum bara. Hvað viltu svona segja að lokum við yngri kynslóðuna sem dreymir að komast í atvinnumennskuna þegar framleiða stundir? Hvað þurfa að gera til þess að láta drauminn vera veruleika? Bara aldrei hætta. Þótt maður lendi í einhverjum meiðslum eða áföllum að standa upp aftur og halda áfram að reyna. Tækifæri kemur á endanum. Takk hérlega og gangið vel. Takk.